Road hér með lagið Cozy Hate per excellence. Mikli snillingar þarna á ferð. Það er mánudagur 17. desember, vika í jólin. Björn Bragi ekki með mér í dag, en það skiptir engu máli því að það er annar snillingur hérna. Hann vil láta slátt að kalla sig Nonni Tattoo. En heitir réttu nafni Nonni Plug. En kallar að mömmu sinni Jón Gunnar Gerdal. Verður velkominn. Það er fólk, takk fyrir að kella. Það er fólk fara að kalla mig þetta. Kalla það hvað? Ykkur mongólíturum hérna á föstum. Hvað? Kallar Nonni Plug? Já, Nonni Tattoo. Ég hljóma bara eins og einhver á hlem. Það er bara, já, Siggi Hnífur, Maggi Klútur og Nonni Tattoo. Hvað er að frétta? Það er grjótart nafn. Já, þetta er aðeins. Ég veit, við skulum hætta það. Við hættum þér núna. Vinkonu kona vorum við að byrja. Hann Nonni hérna Tattoo. Er það eitthvað geðveikara? Þetta er grjótart nafn, við getum ekki neita það. Ég veit ekki það. En já, takk fyrir það, gaman að vera hérna. Já, og takk fyrir að koma. Við erum með frábæran þáttandi ykkur. Það kæru hlustendur, þrátt fyrir kvef. Ertu komin í jólaskap? Já, ég er mikið jólabarn. Já. Og komin í jólaskapi. Já, það er vika í jól. Ég veit það, þetta er svo fljótt að liða maður. Ég er að velta fyrir mig hvert bæði hausti fór og veturinn, að það er basically jól og eftir. Já, það er líka gott að njóta þess núna að vera í desember því að það er horfbjóða framöndan. Janúar og febrúar eru leiðalustu mánuðir ársins. Þeir eru skelvili, sko. Af því að það er líka, í desember, þá hefur allavegna jólaljós og smá birtu. Já. Í janúar og febrúar er ekkert. Ekki neitt. Og ekki til að laga til eins. Nei, ég fór einmitt að hugsa þetta, sko, af því að við erum nú tiltölulega glaðir og hressi gaurar. Já. En maður er samt, þú veist, ég er bara 40 myndir að rífa mig fram úr á mótnarna bara í, sko, mér líður bara eins og ég sé á nætu og þetta allar sólarhringi, sko. Já, þetta er óþolandi, sko. Þannig að, við hérna glöðu, við erum tiltölulega glaðir og hressi, svona heilt yfir. Já, oftast. Hvernig er þá þunglindafólki, sko? Já, þetta er, ég veit það ekki. Ég veit það ekki, sko, það verður, mér finnst þetta alltaf létt í desember, en það verður erfitt í janúar. En þá er samt farið að byrta eins til þið ekki, það er ekki aðeins skárra. Nei, ég veit ekki, ég reyna að vera ákvæður. Svo maður líka alltaf jafn hissa, bara vetur á Íslandi, myrkur á Íslandi, maður alltaf jafn hissa. Það er reynda veðrið ef nú verður alltaf lægi núna. Já, þannig sé. En ég veit frekar snjó heldur en þetta myrkur, sko. Já. Smá byrtu í tilveruna, hvernig væri það, sko. Ég heyri að þetta er hjartans mál hjá þér. Og við erum með, fína þáttanleikur í dag. Ég ætla að hringja hérna eftir Ján Steindað. Ég held því áfram. Ég er stjórnunum fyrir að plugga Disneyum hans. Tökum smá af því. Hér eftir Aron Gunnarsson, landsliðsfyrirliði, er á leiðinni til okkar. Karlalandsliðs í fótbolta. Hann ætlar að kíkja hérna á okkur. Við erum með jólalagakeppni. Ég kepp alltaf í Bjössa, þannig að þú ert að keppa núna. Já, hvernig fór síðast? Ég tapaði með Smashing Pumpkins. Já, ok. Kom mér óvart. Já, ég þarf að hugsa þetta. Já, og svo ætla ég að vera hér með sturlaða staðreyndir líka og fleira. Þannig að það er alltaf að gerast hérna í okkar strákunum. Og svo ætla ég líka að minna hlustendur á að það er lokað þáttur af Homeland í kvöld. Já. Og hann er sýndur á Stöð 2. Ertu að grínast með þetta? Geggjað þetta. Já, ég horfum ekki mikið á sjónvarp, ég er frosinn yfir Homeland. Já, þetta er upp á stættin minn í dag. Það er reyndar eina sem að gera mig geðveikan við þessa þættir, dóttir hans, Brody. Já, alveg, hún er með fasta fílu skeifu á andleitinu á sér. Já, hún er næstu að vera jafn leiðileg og dóttir Jack Bauer í 24. Næstu, það er miklu leiðilegri. Já, þetta er martröð maður. Já, ég get hennan úlingi. Ég er með bráð á hana mig. Það er líka, sko, þannig að hann var að ringja og vildi fá tala við dóttir sinna og neita að tala við hann og eitthvað og setja upp svona fílusvipi sinn. Hann fekk ekki bara nóg. Já, bara hingað að klika. En allavega Homeland loka þáttur í kvöld klukkan 10 á Stöð 2. Það er, ég er bíspentur, sko. Já, ég ætla að horfa á það líka. En byrjum hér á rólum og Cozy nótum. Þetta er hann Sverrir Bergmann hér með mitt uppáhalds föstudagslag og held ég langvinnsalasta föstudagslag hann syngja til. Hrikalega flott. Dream On. Aerosmith smellin. Já, hann getur sungið þessi strákur. Já, hann er búinn að lofa því. Hann er búinn að lofa 2 hörðum að hann ætlar að taka She's Gone með Steelheart hér næsta föstudag. Já. Hann getur orðið eitthvað. Þar er hann virkilega að rödda þetta. Það reynir á pípunar, en hann púla það. Já, hann var eitthvað stressaður. Hann ætlaði að taka það síðasta föstudag. Þurfti að fresta því, hann þurfti að vinna aðeins meir í því, sagði hann. Já, það er ekkert annað. Nei, þetta er líka erfitt lag að syngja. Mjög erfitt. Já, þetta er nú ekki auðvelt þetta. Nei, hérna Dream On, nei. Ég færi til dæmis ekki jafnvel með þetta. Nei, ekki jafnvel. Það er líka góð platan hans. Já. Hún er alveg frábær. Virkilega skemmtilega, en það er komið að slúðri hér í FM 95 blöð. Til í eitthvað slúður? Ég er til í slúður. Alltaf. Ég ætla að vera að meina nýja reglu. Það verður eitthvað íslenskt slúður alltaf með. Eitthvað íslenskt? Já, það eru sem margir búin að væla í mér sem eru hérna með mér að það vanti meira íslenskt slúður í þáttinn og við séum með svona, þú veist, ágætis bakgrunn til að finna gott íslenskt slúður. Já. Þannig ég ætla að prófa hérna þessa vikuna. Bara að hlakka til. Ég ætla að byrja að segja ykkur frá Kelly Clarkson, en hún er núna trúlofuð. Þessi Jójó feitabólla, eins og ég kalla hana stundum, er í toppformi þessa dagana og ástfangin og virkilega góð sönguna. Hvað er Jójó feitabólla? Hún er annan daginn þú sér hana, þá er hún bara tágrönn. Já, og svo alls ekki. Já, og svo, veist, hún flakkar rosalega milli
oft. Já. Ég er ekki að reyna að vera dónalegur að ljótur Nei. við hana, en þetta er svona, svona er þetta bara. Já, hún er einn daginn, hún bara í toppformi, næsta, hún er einhvern veginn alltaf að fyrir upp og niður. Þetta er svona svo Óbra líka svolítið, sko. Óbra er alltaf í Óbra var svona, já. Hún var alveg eins og í hvað, jó, fitabola. Þetta er fallegt orð líka. Nei, þetta er kannski, hún var íslenska, myndi nú ekki segja þetta, en Nei, potið ekki. allavega þá er frábær sönguna, Kelly Clarkson, og hann vann American Idol fyrst, þannig að við óskum henni alls þess besta, en hún er allavega trúlofuð og er að fara að giftast, já, þetta er einhver umboðsmaður, a talent manager. Já. Og ég held að hún sé ennþá svo sem er búin að selja mest af þessum Idol. Já, hún og Carrie Underwood. Já, Carrie Underwood, já. Hún er vist að ná henni. En líka, þetta er einn besta sönguna sem komur úr þessu þáttum. Svakalega sönguna, já, sammála því. Herru, svo er það íslenska slúðrið mitt og það er strákur sem er að vinna hér á þessari útvarpsstöð, heitir Brynjar Már. Hann er yfir sig ástfanginn þessa dagana og við erum nú fjallað það hér í þessum þætti. Það hefur ekki farið fram hjá neinum sem er með hann inn á Facebook eða Twitter hvað sé að gerast í hans lífi. Maður missir ekki af sleik, en það er núna komið frétt með honum inn á tv.is sem ég get lesið sem gott slúður og þar stendur útvarpsmaður fann ástina aftur. Þetta er eitthvað sem ég vissi nú ekki, en hann og... Þetta er ekki inn á tv.is. Jú, hún er fyrst og síðast ásti mín, segir útvarps- og tónlistarmaðurinn Brynjar Már sem dvelur yfir sig ástfanginn á Flórida þessa dagana. Brynjar Már er komið nýja kærustu og svo heppna heitir Anna Kristine Aklipen og er fædd 1984 í Bandaríkjunum. Já, hlaut að vera. Ég lenti í smá veseni með nafnið hennar daginn. En þau voru við saman fyrir 8 árum og fundu hvort Anna aftur núna fyrir stuttu. Já. Útskýri Brynjar Már og bæti við að þau hafi hist fyrir tilviljun aftur en þau voru saman í tæpt ár síðast. Og sko þeim alls eins besta og bara ef hann er að hlusta það nút í Bandaríkjunum, góða skemmtun. Já, gaman að finna ástina aftur. Já, svona getur gerst. Svo er það Hugh Grant, enda á honum, hann var að skýta á þessu daginn og... Hvað þá? Eitthvað nýtt? Já, sko Jon Stewart var að láta hann heyra það. Já. Ég hef alltaf verið Hugh Grant aðdáandi. Já, sammála. About a Boy og fleiri myndir, bara mér finnst það frábærar. Já, ekki bara Love Actually og For Weddings og fullt af þessu. Já, en Jon Stewart var spurður daginn í viðtali hver væri leiðilegasti gestur sem hann hafði fengið í sögu þáttana og oftast svara menni ekkert, þeir segja bara, menn eru svona misferskir þegar að koma eitthvað. Jon Stewart lét Hugh Grant heyra það, sagði að enginn verið með jafnmikla stjörnustæla, hann hafði gert alla bilaði kringu sig og sagði að hann ætlaði aldrei að fá aftur en að leiðinda pjesa og Hugh Grant sá af sér, fór inn á Twitterinn og baðast afsökunar þar sem hann takkaði Jon Stewart inn og sagði að hann hefði réttilega átt að láta sig heyra það því að hann hefði verið í einhverja misgóðu skapi þegar hann mætti. Það skrýði að viðkynna, það er verið ok. Já, hann hefur séð af sér bara. Já, ána með Jon Stewart, það er snillingur. Já, hann lét hann bara heyra og Hugh Grant var sammálun. Já. Þannig að hann hefur verið bara eitthvað ítluðu blaðu kallinn. Já. Ég hef samt alltaf fílað Hugh Grant, sko. Já, ég ætla að þekka hann ekkert og geta fónið viðtöl og veit ekkert þess að stæla, en já, þetta er skemmtur leikari. En við erum að fá góðan gestilega okkar hérna á eftir. Það er hann Aron Gunnarsson, fyrirlið landsliðsins. Vonandi verður hann ekki sá leiðilegsti sem við höfum fengið. Já, kannski kemur einhver listi frá honum. Bara blátt M&M og rauð hangklæði og svo. Hver veit? Hann er náttúrulega að spila með Cardiff. FM 957. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 4 sinnum á dag. Opna glugga í jóladagatali FM 957 og gefa vinninga. Vinningar eru glæsileg Casio, Fossil, Diesel og Adidas armbandshús frá Rótium Kringlunni. Gjafabréf frá Herra Hafnarfirði og Herra Kópavogi. Gjafabréf frá Adam og Evu. Tölvuleikir frá geimstöðinni Kringlunni og LG snjallsíma úr L-línunni. Allir vinningshafar fá einnig kippu af Egils Malt og appelsíni og pippmóla frá Nóa Sirius. Skráðu þig strax á heimasíðu FM 957, hlustaðu eftir orði dagsins á FM og við gætum hringt í þig. FM 957, gleðileg jól. Við á Wilsons verðum í jólaskapi fram á jólum og munum bjóða þér allar pizzur af matseli á aðeins 1390 krónur. Wilsons pizza, sími 581 1515. Þú getur örugglega séð mömmu kissa jólasvein á netinu í fullkomnum gæðum á ofurhraða ljóssins. Fáðu ljósnetið eða ljósleiðarann hjá Tali og uppfærðu jólin. Skyldi að vera ljósahjól? Tal. Svona á samband að vera. Hver jólasveinn dregur einn heppinn korthafa úr hópi þeirra sem kaupa eldsneyti á N1 í desember og gefur honum 20.000 N1 punkta inneign. Svo eru auðvitað tvöfaldir punktar og tilboð á hinu og þessu. N1, meiri jól í leiðinni. Þú ert að hlusta á FM 957.
957 Blö á FM 957. Það er réttir að hlusta hér á Ötta og Jón Gunnar verða með okkur til 6 í dag og helfeskir hér strákarnir á mánudegi. Heldur betur. Að vika í jól og við þurfum að fara hér á eftir í, ertu búin að velja þér jólalag? Nei, Í keppnina? ég er að fara að YouTube-bóra núna. Já, voruð að finna eitthvað. Það steytist líka í fyrirlega landslýsins okkar í fótbolta, hann Aron Gunnarsson og Sturla staðrindir hér rétt handa á horni líka. En manstu með hvaða lagi Björn Bragi vann fyrir viku síðan? Nei, ég var með einhverjum gömlum kalli, það var eitthvað gamalt. Ég man ekki. Gömlum kalli, Já, það voru alltaf litir í vídjónu. ok. Þetta var eitthvað svona mjög gammalt. Já. Þannig að, þú veist, ef þú myndir segja nafnið á laginu, þá myndir ég munna það. Ok. En það sem ég ætla að spila eins og það núna fyrir ykkur hlustendur er, já, að símtal sem að við Egill Einarsson tókum upp á, skal ég ykkur segja, föstudaginn, en gleymdist að spila hér í þættinum. Þannig að þetta er nýtt og fest, ég ætla bara að leyfa ykkur að heyra hér inngömmu. Við vorum að ringja til þess að fá Pitbull. Við reyndum þetta á föstudegi fyrir viku og reyndum þetta aftur núna síðasta föstudag. Já, ég heyrði þetta fyrir viku síðan, þetta var skemmtilegt. Já, við ringdum núna í nýtt fólk, sko meira þegar við vorum að ringja og reyna að fá Pitbull til landsins í annað sinn. Hello? Yes, hello. My name is Arden Blundell, and I'm calling here from the company Tveir Harðir. Besides me is Egil Einarsson. Yeah, what's going on? What? We were wondering, do you have a pit bull? Yeah, I have puppies. You got a pit bull there? I have puppies, yes. I don't have them personally with me right now because I'm at work. Oh, okay, because we were looking for pit bull. Okay, where are you from? I am originally from Iceland, born and bred. Okay, well, are you needing the puppy shipped? Do you live in Florida or? Yeah, I would take care of that, but the concert will be in Iceland. Okay, but you're going to take care of shipping? We were wondering, is Pitbull available January or February or March? That's what we're wondering. This year. Next year. Yeah, next year. Yeah. They'll be ready to go January 15th. Okay, so he doesn't have a heavy schedule then? What? He doesn't have a heavy schedule and nothing planned in January or February? I'm sorry, I don't understand. No, The puppies are 3 weeks old right now, and they'll be ready to go January 15th. He's available January the 15th. Yeah, okay. Are you his manager? What? Are you? Am I what? His manager, his agent? Are you his agent? What do you mean, am I his agent? I'm the owner, the breeder of the dog. Oh, you're the owner? Oh, you're his mom? Yeah. Okay, Technically his mom, yeah, okay. Nei, mista það maður. Djöfullur maður. Hún var orðin pirruð. Hún bara fatta ekkert hvað er í gangi. Hvenær lendum við á einhvern sem fattar bara við erum að tala um Pitbull? Ertu með einhvern annan meistara þarna? Vildu reyna hérna enn? Já. Hello. Yes, hello. My name is Egil Einarsson, and with me is my friend Arden Blundell. Hello, sir. We are calling about Pitbull. Yeah, how we doing? Yeah, how are you doing? Pretty good. Yeah, how many? I'm wondering, is Pitbull available January or February or maybe March? Will I have any ready? Yeah, we're wondering if he could be ready maybe in January. Yeah, we may have some. We won't have anybody ready until probably February. I have an adult male ready right now. Pitbull's ready right now. Okay. Yeah, I have an adult male ready. Yes. Okay, right now, no, but we need him in January. It's too close to Christmas now. Nobody would come. Oh. Yeah, maybe. Right. Yeah, but is it possible? Maybe if he would bring maybe J-Lo or Enrique with him, because they are sometimes they're a surprise, and you don't know they're coming. But if they could bring J-Lo or Enrique, it'd be. Does he just come alone, or? Okay. Well, I mean, what are you looking for? How much? A puppy? Is that what you're looking for? Is a puppy? No, we're looking for Pitbull. Yeah. Does he come alone, or? Does he come alone? Yeah, or because Egil, my friend, he's a huge fan of both Enrique and J-Lo,
So we're wondering, is it any chance they would come, surprisingly in the concert? I love him. Because Pitbull. Sir, I don't know. I don't know. You're looking for the singer Pitbull? Yeah. You got the wrong person, sir. I breed pit bulls. I don't know the singer. Oh, you're not his manager. No, you got the wrong man here, sir. Oh, we thought you were his agent. No, sir. Oh, okay. So it's another Pitbull. Another guy. What? No. I have real pit bull. I have dogs. I don't have. You call your dog Pitbull like the singer? Yeah, that's funny. That's good. Þetta er alltaf sama ruglið. Þetta var símtal sem að við steinglemdum að spila hér á föstudaginn við You call your dog Pitbull. Alveg svo söngvarinn. Því líki snillingar. Þetta er alltaf sama steipan en ég ætla að spila núna upp á slægið mitt í dag. Já, hvað er það? Drengur sem að vanna X-Factor í bandi í Bretlandi. Já. Heitir James Arthur og lagið heitir Impossible. Já, ég sá að það posta svo á föstudaginn. Já, ég postaði þess eftir ég vann jólapíluna. Það var skemmtilegt kvöld. I remember years ago someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot. I should take caution when it comes to love. Og skoðan til hamingju með sigurinn í breska X-Factor. Já, þetta finnst mér geggjalag. Þetta er mjög gott. Virkilega flott og þetta er sölulegasta smáskjæðan í Bretlandi í dag. Impossible. Hvað heldur þú samt með X-Factor? Hvað held ég með, hvað minnar? Ég meina, hver er uppáhalds núna, þú veist? Uppáhalds? Já, núna í bandaríska. American Soniclear, hvað sem hún heitir. Já, úlingur hana, 13 ára. Hún er 13 ára. Hún er best af þeim. Mér finnst þetta líka hérna Gaurinn, country-söngurinn, hann er svona topp náingi, en ég bara fíl ekki country. Country er alltaf svo fáránlega vinsælt í Bandaríkjunum, hann geti tekið þetta sko. Já, svo ákvað ég held nú bara upp á það alla helgina að Cici Fræ væri farin á hann, þannig að það var svona eiginlega bara stærsti sigurinn. Já. Svo fór ég í taugarnar með maður. Hún var með öllu óþolandi. Já, líka sko málið er, þetta er bara, þú veist, hún svona, hvað segir maður, hún bara búin að gera sjálfa þessu svona frá því, sko, þegar þú varst búin að horfa á alla þættina, þá var hún að rakka niður keppendur og eitthvað sem að, þú veist, ég ætla að komast inn í hausinn á hennum, það geti ekki allir unnið þetta og eitthvað. Henni fannst hún svolítið æðisleg. Hún var bara drefleðileg. Svo ætla hún að fara inn að snúa því þegar hún var komin í úrslitin. Ekki breyk. Ekki séns. Ekki breyk. En talandi klikkausa. Já. Þá var ég hérna fyrir framan með bleikt.is sem er nú svona okkar biblía hérna í FM 95 blöð. Og það er drengur Justin Dedlika sem er 32 ára gamall kallmaður, þetta sá ég hérna bleikt á hann. Hann hefur farið á milli 90 til 100 lítaaðgerðir til að líta út eins og Ken. Já, kærastinn hennar Barbie. Hann hefur fjárfestum sem samsvarar 13 milljónum íslenska króna í að fullkomna listaverkið, segir Justin sjálfan sig, en hann sé einstaklega skapandi einstaklingur og fá hann útrás. Þetta er svo lasið sko. Já. Þú veist, 13 milljónir í að verða eins og Ken sem er Barbie-dúkka. Já, og sérðu líka sko, það eru, fyrir ykkur sem har ekki séð þetta, það eru myndir hérna inn á draslinu, inn á síðan, nei, ég er að tala um hann. Já, ég er ekki að tala um þessi síðan, ég byrst afsökun á þessu, ég er oft inn á þessu síðan, það er ekki það henni. Já, ég sammála. Já, og ég tekka þetta tilbaka. En já, það eru myndir af þessari steik. Já, ég ætla að segja af draslinu, og þá er ég að tala um lítið aðgerðunum. Þetta er, sérðu alltaf þessar myndir hérna? Ég næði þess ekki sko. Og meðal aðgerð sem hann hefur farið í eru nefaðgerð, 5, aðgerðar á kinnum, vörum, höku og raskinnum. Og einn er hann látið móta beinin í högukúpunni. Getur þú ímyndað hvað þetta er vont líka sko? Já, sérðu þetta, það er að sína myndir af rassir, hvað er þetta maður? Já, hver fyrir raskinna lítið aðgerð? Hvað er að frétta þar? Það er bara eins og sagði það, hann er veikur. Já, þetta er bara svo lasið. Svo hérna er verið að vitna í þennan vitlising sko. Mér fannst ég einhvers virði og ég var í 7. himni. Ha? Svo myndir af vörunum á honum hérna og það er bara eins og ég veit, hann er bara svo brúða. Hann er svo önd hérna. Þetta er ógilt, þetta getur ekki nokkur manni fundist flott. Honum hefur verið ráðlegt að læknum að fara ekki fleiri aðgerðir þráttur hann sé heppinn að ekki lendi í einu alvarlegu. Svo segir Steikin sko, auðvitað alltaf áhætt að einhvað fara úrskeiðis, eins og áhætt er í algjörðu lágmarki. Ég tekst á við áhættuna en ég held að við komumst ekki gegnum lífið án þess. Hann er svo byggðað Picasso að mála ekki. Rólegur Steik, þú ert ekki Picasso, þú ert í raskinna aðgerð til að verða svo Barbie-dúkka. Já, til að verða svo Ken.
Já, ég myndi ekki eða 13 krónum, hvað það 13 miljónum, ég að laga með raskinnina til þess að verða eins og okkur Barbie líka. Hvað að frétta? 13 miljónir líka. Vá, 13 miljónir í þetta. Og það sem ég hugsa þegar ég sé svona, hann lítur án ekki fjölskyldu, þetta vinið eitthvað sem svona getur pikkað í sig. Ég meina þetta og sagt bara, Nonni, hættu þessu. Já. Ég meina, það einhver móðir sem á þetta, sko. Já. Hversu hresseldur að hún sé? Í hálf orkinu, ljótt að segja. Þetta er skelfilegt. Þetta er geðvila. Þannig að allir nú bleið sko þessar myndir og hann er svona að sína hérna sílikonpúðuna sem hann hendi greinlega, já, vantarlega ég skildi ekki sem sko. Og sérðu líka hérna svona mynd á honum fyrir og eftir. Já. Og hann er búinn að setja sílikon hérna í brjóstina sér. Hann hendi sér í sílikon ekki, sko. Já, bæði á brjóstkassa og rass. Þetta er bara, þú veist, hvað það að gera um helgina? Já, ég er að fara í aðgerð. Ég ætla að laga með raskinnarnar til að henda þessum á sílikon. En ákveður, hefur þú séð Ken? Hefur þú séð, já, sem er by the way Barbie dúkka. Já, hann að Justin Jetliga, hann er alveg með þetta. Það er ekki margir sem er með þetta, en Justin Jetliga er með þetta. Hann er ljótt að segja, mann á ekki að hlæja svona þegar ég held að hann sé veikur. Hann er veikur, sko. Já. Það er bara þannig. En við óskum hann allsins besta. Já, sjálfsögðu. FM 957 hjálpar þeim sem eigum sárt að binda yfir hátíðarnar. Það getur verið erfitt að biðja um hjálp og því óskum við eftir því að þú sendir póst með upplýsingum þann sem við getum aðstofað á fmhjálpar@fm.is. Samstarfsaðilar FM Hjálpar ætla að gefa þér tækifæri á að gleðja einhvern sem þú þekkir með veglegum nauðsynjum fyrir jólin. FM 957, Netto, Next Kringlunni og Garðheimar. Gleðileg jól. FM 957 mælir með Nintendo Wii U frá bræðrunum Ormsson, Lágmúla 8. Þar fæst einnig frábært úrval af hljómtækjum, leikjatölvum, myndavélum og einnig fjölbreytt úrval af heimilistækjum. Fyrstu vel með í vikunni og þú getur nættir í eintaka þessari nýju viðbót í Nintendo fjölskyldunni. FM 957 og Nintendo Wii U. Gleðileg jól. Optimus L3 er góður snjallsími fyrir byrjendur á frábæru verði. 18.990 krónur og þú fari jólapakka með frá Vodafone. Besta jólagjöfin er smekkleg og vönduð. Opið til klukkan 10 í kvöld í Geysi á Skólavörðustíg. Gömlu góðu ullarteppin á mjúku hátíðarverði. Geysir, Skólavörðustíg 16, Geysir Akureyri og Geysir Haukadal. Jólahádegistónleikar Fabrikunar á morgun. Mirra Rós flytur lög af plötu sinni Kveldúlfur sem fengiðu frábærar viðtökur. Mirra Rós er eina vonarstjörnum íslenskrar tónlistar. Bókaðu borð í síma 5757575 eða á fabrikan@fabrikan.is. Hamborgarafabrikan. Vertu velkominn. FM 957 á FM 957. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér tvær, en flestir fá sér helling. Hvernig vilt þú þitt Nóakropp? Nóakropp, brakandi snilld. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Þið eru að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og styttist hér í stjórnlega staðreyndir og Aron Gunnarsson, fótboltamaður, hér rétt og mættu til okkar strákana. Öddi og Jón Gunnar í stað Björns Braga sem var vant við látin í dag. Hvort viltu láta kalla Nonna Tattoo eða Nonna Plug? Ef þú yrðir að velja. Jón Gunnar dugar bara fínt, það var búið að duga frá fæðingu. Ok, ég er bara spæðið að þú yrðir að velja. Ef ég yrði að velja, nei, ég er bara, ef ég myndi fara hana, ég líka einn maður sem kalla mig Nonna og það er sko, bróðir móður minnar. Já, það er samt ekkert óalgengt að vera kallað Nonni. Já, alls ekki. Ég er bara Jón Gunnar eða bara fínt, sko. En takk samt kærlega fyrir þessi nöfn, sko, þetta er skemmtilegt. Já, það er hressandi. Við ætlum eins og að prófa núna að ringja í Steinda Junior. Hann var að gefa disk og ég er svona leik með stundum að því að ringja hann og plugga fyrir hann disknum ef að ég fæ að stjórna honum í staðinn. Hann hefur gaman að þessu? Nei, hann nennir þessu aldrei, en ég veit bara ekkert hvað hann er núna. Það verður skemmtilegt að hann var í umferðinu daginn. Við skulum bara prófa að hringja. Já, er þetta stjórnum þar eða í? Já, ég leta hann að hoppa út og eitthvað. Þetta er alltaf hallarist en tekum samt á þessum. En þetta er skemmtilegt. Er það Steindi Junior? Hvað er það gangi? Sæll og blessa, hvað segir þú gott? Blöð? Já, þetta er bennútsendingu í FM 95 blöð, hvað er það að gera? Djöðli maður. Hvað varst það, vakna eða?
Nei, ég er bara þetta heima. Hæ? Mennur, ég er að útrétta. Ertu að útrétta? Þú ert nývaknaður? Nei. Nei, ok. Voðalega varst eitthvað tussulegur. Já, ég bara veit ekki hvað það ætlar að gera næst. Nei, það er bara, þú varst að gefa út DFD-diska, ekki? Jú. 3. serían af Steinda Junior. Það passar. Og margir vilja meina að sé ykkar besta sería. Vel, það er mjög gott. Það er bara fullt að liða að segja. Já, hún er það líka. Já, og DFD-diskur með hellinga aukaefni og frábær jólagjöf, ekki? Jú, hún er bara, þetta er perfect jólapakkan. Ok, nú er ég búinn að gera mitt, nú komið að þér. Hvar ertu? Ertu heima hér, eða? Ég er bara heima. Ok, farðu í skó. Hæ? Farðu í skó, klæddu í skóna. Já. Og farðu á íbúðun á hliðina eða fyrir neðaðið og bankaðu. Veitu. Hvernig er stemmingin í þessari blokkatu sem að byrja? Er fólk heima núna á daginn, eða? Ég held að sé enginn heima. Æ, það er vont. Veitu? Ég held að sé enginn heima. Heldur ekki? Nei. Ekki við hliðina og ekki fyrir neðaðið heldur, eða? Ég held ekki. Ok, farðu þá út á Svalir hjá þér. Ég var að segja að diskurinn væri frábær. Fann hans út á Svalir? Ég kom út á Svalir. Ok, og eftir þarna farðu út á Svalir og öskraðu eins átt og getur ég Steindi Junior í áinnan bæ. Ég veit að þetta er svo vant. Það er fullt af fólki hérna, sko. Ég bý í Mosó en ég er ekki á Sveitabæ, sko. Þetta er fólki að rappa hérna, sko. Nei, það er enginn á vappi. Nei, ok. Viltu að eftir gerðið ykkur það? Það er fólk að rappa hérna, víst. Er það hendi eitt? Ég heiti Steindi Junior í áinnan fucking bæ. Steindi Junior í áinnan bæ? Ég nennis ekki, alveg það, ég get það ekki. Hvað er? Ekki þurfa að peppa diskinn. Ég var að peppa diskinn. Ég var að segja að maður er frábær. Ég veit sem maður. Er einhverjir, gerðu mig einhverja tuffaðu, takkt og rækt á svalinnar þeir, svona. Og ég bara stamma. Þetta er svo lélegt, maður. Ég ætla bara að kveðja en til aðmyndi með diskinn, ég hef heyrt að hann er frábær. Þú ringir vel með öskut og svalin og sækja sér á svalin hann. Svo kennir þau mér þetta sé lélegt. Ég vil eftir fokki geða ykkur með. Nei, ég bjóst bara við betri stjórnum. Ég er ekki döka, þegar maður ringir í svona snillíka svo þig, þá býst maður bara við góðri stjórnun, en þetta var alveg skellulegt hér og ég skal taka eitthvað á mig, en það fyrir eitthvað á þig. Ég er í þessu stilla. Ég er heima hjá mér. Bye. Ekki besta stjórnun allra tíma en... Já, þetta var sérstakt. En alltaf gaman. Nú í höllunum helgina, held ég lurglega. Já, jólagisti Björgvins. Já. Þetta hefur verið frábæri tónleikar. Stýttist hér í gest áttarins. Aron er rétt og mættur. Náður við fáum hann hingað í stúdíóið. Landsliðsfyrirliðan, þá ætlum við í sturlaða staðreyndir. Hvernig líst þér á það, John Gunner? Já, ég er klár í staðreyndir. Ekki? Jú. Og svo er hér jólalagkeppnin okkar á sínum stað og eftir. Það er alltaf að gerast. Ég ætla að byrja hins vegar á stjórnum staðrundum hérna og lesa fyrstum. Úlingar í dag horfa, já, þetta er sem sagt í Bandaríkjunum. Úlingar í dag horfa á 87 klukkutíma af klámi á ári. 87 klukkustundir? Já, svolítið mikið. Það er slattið af klámi. Já. Það er stemming í Bandaríkjunum. Þetta er, já, Bandaríkjur úlingar. Já, ok. Presenti, hvað horfið þú á mikið ári? Þetta er svona 5... Nei, hvað er eiginlega að? Hvað heldur þú setja í cirka? Það er bara svona ballparktölu. Við höldum áfram. Skulum sleppa þér að klám hér, fyrir bara í næstu staðreynd og það er kennarar í Rússlandi fá stundum borgað í vodka. Og það er bara algengt. Nei, ég fór að lesa það. Ef það er kreppa og þá mega velja stundum hvort þau velji vodka eða pening. Það er bara Smirnoff eða Klink. Já, og fá meiri, sem sagt, vodka heldur en þau myndi að fá í pening, sko. Já, það ætli var ekki farið það? Nei, það ætli ég ekki. Ég veit ekki hvort það er innsælt hér. Nei, að vera kennari og fá borgað í áfengi. Já, það veit ekki með skilabúðin, en allir það. Það er eitthvað rangt við það. Það er eitthvað rangt. 1 af hverjum 20 konum eru stolkar einhvern tímann yfir ævina. 1 af hverjum 20. 1 af hverjum 20 konum? Já. Það er einhvern eldi hrelli á sig, sem er með skemmtilegur orðum í íslensku. Og þá er það ekkert endilega, ég er ekkert að tala um bara fræga konur, bara 1 af hverjum 20, og það er til bara, þú veist, einhver sæt kona sem einhver misvelgefin einstaklingur lætur ekki friði. Já, það er líka spurning hvað er að stolka, skilurðu? Já.
Ég var alveg með svona pínu stolk tendansi í mér. Nei, ég segi það nú kannski ekki. Og hvað, bara í fyrra eða? Nei, ég var að tala þegar ég var úlingur. Nei, ég var ekkert að stolka, en maður svona, þú veist. Nei. Það varst þá svona yfir því ástfangin og þú list hann bara ekki friðið það? Nei, alls ekki. Ég gerði aldrei neitt í því. Hvernig varst þú á stokkar? Nei, ég var ekki stolkar. Hvert eru þau komið? Ég hættur þessu. Það er næsta 15% fólks svarar í síman þegar það er hringt í þau í miðju kynlífi. Nei. Það er mjög steikt, 15%. Og bara sætlinur? Já, ég er bara svona, herrbyrti, ég verð að svara sér eitthvað og svo bara ferðu þau í síman og bara hæ. Ég hringi til smá, ég er að klára. Ég veit ekki. Nei, ég myndi ekki svara, persónulega. Nei, maður er ekkert að svara í síman í stuði. Og maður myndi líka líta það sem nettis ef að stúlkan myndi svara. Já, þetta er ekki vel séð, sko. Nei, bara hver helst að vera að syngja? Já, hvað er svona mikilvægt? Herru, svo er það næsta. Ungir menn þola áfengi betur en ungar konur, en þetta snýst svo við í ellinni. Þá verður þess að konur byrja að þola áfengi betur en við. Í ellinni? Í seinni tíð, já. Og þetta ég held að sé svolítið til í þessu. Við höndum þetta betur sem úlíkar. Já, svona til að byrja með. En svo ekki, ég meina... Og svo bara alls ekki. Já, en svo þú þóldir áfengi ágæld það sem úlíkur, þegar ekki? Ég beið bara eftir þessu, sko. Því að við gamla fólki, við gömlu kallarnir, við erum ekkert í því. Nei, svo var óttalega, það var jólalabur hjá okkur viljum síðust helgi. Já, það var aðeins verið að fá sér. Hörðu, rólegum maður, hörðu þú. Jólapílan var helginu maður, hefur að byrja það? Nei, ég er góður. Herðu, það næsta, fiðrildi eru með 12.000 augu. 12.000 augu? Það er ekki verið. Nó, hvað er ég að ljúga þér? Ég veit það ekki. Ok, 12.000 augu. En sjásand ekki droslega vel. Betra að vera bara með 2 og sjá vel. Já, til hvist að vera með 2, ok, stræn. Svo er það næsta, meðal kona brosir 62 sinnum á dag, en meðal maður bara 8 sinnum á dag. Hvað er meðal kona? Já, þú veist, bara svona, average woman. Average woman. Hvað brosir hún 8 á dag? 62. 62? Já, það er alltaf brosandi. Já, líka bara, þú veist, ég fór að hugsa þetta þegar ég var að lesa þetta fyrir dag. Konur eru brosmildar en kallmenn að eðlisfæri. Já, það ekki, jú, ég held það. Já. Sveið mig þá. 6 sinnum á dag, nei, 8 sinnum á dag, mér er það lítið. Brosir bara 8 sinnum á dag. Það er ekki mjög glaður gaur. Nei, ég er alveg þá vel yfir meðal. Já. Herru, svo það eru 2 eftir, 70% fólks finnst óþægilegt að tala í síman fyrir framan aðra. Ég fór að hugsa þetta, mér finnst ekkert mál að tala í síman fyrir framan aðra, en ég á nokkra vinir sem að fara alltaf á eitthvað labb, bara eins og sé að tala við fossetan. Já. Egill og fleiri, það er alltaf eins og sé bara í mikilvægasta símtali sem þeir eru að lendi á. Sem þeir eru potið ekki, sko? Nei, svo er þetta bara eitthvað rusl, bara eitthvað rugl símtal. Já. Ég bara, hvað, mátti ég ekki heyra þetta? Jú, ég meðan bara þægilega, þá er að labba svona í hringir fyrir framan mann. Þú ert á sviði, ekki bara slaka hans á það. Tala bara í síman. Svo er það síðasta, hjón í Bandaríkjánum sem að kynntust á Twitter síðu voru að skýra dóttir sína hashtag. Já, veist, ég alveg... Það er gaman að því. Það var hérna, steikin hérna og bleikt á hann að Bridget Ken og var eitthvað að skýra barnið sitt hashtag. Því að kynntust á Twitter. Kynntust á Twitter, ok. Hefðu þið kynntust á Facebook, á hann kannski heita like? Já, mjög sennilega, sko. Fallið nafn. Sund fólk bara geti ekki. Hefðu gjafabrif á Hamborgarafabrikuna. Hamborgarafabrikan 575575. Fabrikan@fabrikan.is. Ertu búinn að kveikja á jólaljósi Tals? Við bjóðum þér aðgang að ljósleiðaranum á jólalegu verði. Ljósið, allstaðar. Tal. Svona á samband að vera. Jólagjafir fyrir alla fjölskylduna í Indisport. Mikið úrval af sniðugum gjöfum á frábæru verði. Það er sport að spara í Indisport. FM 95 blö. Á FM 95. Hversu gott er rautt rjómanissa? Bakað múffur hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Þeir að hlusta hér á FM 95 blö, á FM 957, við sitjum innan 3 núna, ég, Jón Gunnar og Aron Gunnarsson, landsliðsfyrirlið, verður velkominn. Já, takk fyrir það. Hvernig hefur það? Ég er bara splunkunýr, eins og vanalega. Splunkunýr eins og vanalega? Já. Það hittir ekki verið ferskari? Nei. Alltaf ferskur. Komin heim yfir jólinn bara, eða? Nei, ég fekk bara smá frí til þess að koma og hitta fjölskyldan og svona, þannig ég fer aftur út á miðvikudaginn, það er náttúrulega mikið að gera jólinn úti og mikið að leikjum og... Ekki endurlega spila jólinn? Já, líka, sérstaklega í Champions, eða ekki? Akkurat, þannig að maður er ekkert frí jólinn hjá mér, það er leikur 27. minni mig og svo er... Boxing Day.
akkurat. Og svo 2009. og svo 1. í hann. Ok, en nóg að gera. Akkurat. En þeir eru búin að vera á flottur rönni, Cardiff, eru þið ekki efstir ennþá eða? Jú, við erum efstir ennþá. Töpuðum helgina þegar? Já, töpuðum fyrir liðinu sem í botnsæti. Já, á heimaðli. Á heimaðli. Það ekki gott. Nei, þetta var ekki vel síðan, en jú, við erum ennþá efstir og erum bara fínu rönni. Eru þið með góða mannskap? Varstu ánægð með liðin? Já, þetta svona öðru sem heldur þetta var í fyrra. Það var þunn skipaður hópur í fyrra en núna náttúrulega hann eyddi mikið af penning í síðast sumar og fengur til okkur náttúrulega sterka og reynslu mikla leikmenn sem hafa reynst okkur vel. Meðal annars Craig Bellamy, eða ekki? Nú veit ég að margir sem halda með Liverpool sem að hlusta núna. Er hann geðveikur og svona maður heldur eða vinnur hann á Full FM eða? Hann hefur róast hef ég heyrt. Hann reyndar sagði mér Jordan Rhys-sögu daginn og ég bara átti ekki til orð. Já, hann barði hann bara með hafnaboltana með golfkilvi. Já, akkurat. Barða? Já, voru í golfi. Og hann bara réðst á hann og barða hann eða? Já, það var eitthvað þannig eða ekki? Já, hann var... Smá skap í hann? Fór sem sagt upp á hótelherbyggju og náði í killuna sína og barða hann bara. Já. Hress. Bellamy hress. Hefur að henda okkur í golf eða? Þannig að hann er allir að róast, kallinn. Já, hann er að róast. Er hann ekki drullu góður eða þá? Já, mjög flinkur og sprækur. Það er ennþá hraði í honum sem hefur reynst okkur vel núna en hann vill hafa allt mjög próf, þannig að þetta er aðeins breyst eftir hann kom. Hann vill hafa alla á tánum og þannig að æfingarnar eru svona meira tempoði núna heldur en þetta var í fyrra. Já, myndir þú segja að Craig Bellamy væri ykkar besti leikmaður eða hver er svona Já, ég myndi segja það. Hann og Heiðar er náttúrulega búin að vera að spila vel núna. Já, hann skora bara alltaf einhvern veginn. Það er alveg sama hvað hann er. Einhvern veginn, þá nær hann að setja hann alltaf með hausnum og Nagli líka sko. Ekki nagli sko, ég myndi ekki vilja vera markmaður á móti honum í horni sko. Nei, ég myndi líka bara ekki nenn að dekka hann. Ég held að það sé bara svo dekka bara pláun. Hann er örugglega vesen sko. Læti ekki í friði og fara alveg einn olbóð þar held ég sko. Ríkala öflugur í bóksun líka sko. Já, hann góður. En stefnan væntanlega að setja upp? Já, það er svona markmiði en við erum á, eins og ég segi, við erum á góðu runni en þetta er náttúrulega svo langt tímabil og mikið að leikjum og þannig að þetta er Championship er erfið deild, þannig að maður veit aldrei hvað gerist. Já, en hvernig er eins og Aron Gunnars, ertu einn úti eða ertu með konu eða? Já, ég er einn. Þú ert einn bara? Já, þú ert að tala um tilfinningar. Já, ég er aðeins að fara á tilfinningarna þetta. Þetta er sjálfstætt fólkina, það er bara gott. Já, smá jóla. Jóla, já, nei, ég er einn. Mjólinn? Já. Nei, fjölskyldan þarf að koma og vera með stráknum, ég get ekki verið einn annað. Nei, ekki mjólinn, fjandinn. Akkurat. Það er erfiðara. Var það stórfjölskyldan eða? Já, það er stórfjölskyldan, það er allir að koma maður, systur og pabbi og mamma og það er allir að koma maður. Lítið franskískinn. Og engin jólakæru eins og... Nei, engin jólakæru fyrir Aron, við getum kannski opnað fyrir síman hérna eftir. Já, ekki. Það er skemmtilega leik. Sendi einhverja skvís út, maður í Cardiff. Já, það er skemmtilega jólaleik. Það kom að jólaleik eftir 9-5 blöð, kærast að handa Aroni. Nei, við ætlum að fara hér í smá Alex Clare, svo er það hraðaspurningar á Aron Gunnarsson og þú þekkir væntanlega reglur þar. Jó, ég er klár. Reynsa bara hugan og svara fyrsta sem þetta er í hug. Fáum eitt gott lag hér á undan sem heitir Too Close. Clare hér með lagið Too Close. Flott lag hér að ferð. Við erum með góðan gest hér í stúdíónu við Jón Gunnar. Hann heitir Aron Gunnarsson og er landsliðsfyrirlið okkar í fótbolta. Og það er komið að hraða spurningum á kappan. Þú þekkir reglum, þú átt bara að reynsa hugan. Jó. Og segja það fyrsta sem þetta er í hug. Ok. Þá koma bestu svörin. Ertu klár? Já. Þá byrjum við 1, 2 og besta bíómynd allra tíma. Gladiator. Besta hljómsveit allra tíma. Metallica. Upp á skyndibiti. Serranos. Upp á sjónvarpsþættir. How I Met Your Mother. Besta liðið í ensku. Master. Upp á leikmaður fyrr og síðar. Cantona. Hver er fyndnastur í landsliðinu? Rúrik. Craig Bellamy er? Flottur. Hvað setur á pítsuna hérna? Pepp, skinku, rjómaost. Hvað kveikir í þér? Bara flottur líka mig. Fallegasta kona heims? Mamma. Besti leikmaður sem þú spila með? Eiður eða Gylfi. Uppáhaldsnammi? Bombur. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýri eru fyrir valinu? Hestur. Ertu á lausu? Já. Breska konur eru? Forljótar. Hver á að vera valinn íþróttamaður ársins á Íslandi? Heiðar. Ertu ennþá jafn duglegur að póka? Nei. Hvernig bíl áttu? Mercedes ML. Hver er fallegastur í landsliðinu? Rúrik.
Allt Rúrik. Þetta voru hraða spurningar hér. Ertu ekki hrifin af bresku kvenfólki? Nei, Það eru nú marga sætar einn á millið. Já, jú, það reyndar alveg rétt. Bara það er svo gaman að koma hérna heim, bara fara í Smáralindina, Kringluna og vera bara með hálsig. Já, það er mikill munur greinlega. Það er fallega konur í Íslandi. Það er alveg ljóst. Það vantar ekki. Nei. Það er nokkuð ljóst. Ef við förum að yfir þetta besta bíómynd allra tíma var Gladiator. Já. Trefin að henni. Þetta er bara ándjóks, ég get horft á hana aftur og aftur. Ég þarf að fara að horfa á hana aftur. Ég var að hugsa þetta. Það var að hendi Gladiator aftur. Já. Uppáhalds skyndibiti var Serrano. Já. Gostöf. Uppáhalds þættir, How I Met Your Mother. Já, það er bara, ég veit ekki hvað ég var að segja, sko. Ég var mikill aðdáandi þeirra þátt. Já, ég líka, mjög mikill. Já, en í dag, mér finnst þeir, sko, þeir eru svo ofleiknir. Já, þetta er búið að þinnast ansið. Hvað heitir hann að dökkarða, sæta hann sem er einhver vesti karakter Robin? Já. Það er alveg... Hann er alltaf frábær, hann Neil Patrick Harris, hann var snillingur. Barney, já. Ég veit ekki okkur ég sagði þess að þetta, ég ætla ekki bara verið því að sá það í sjónvarp náðan. Já, kom fyrst í hugan, þannig að þú varst bara reynskilinn, ég ránaði með. Uppáhalds leikmaður fyrir að síðar, Cantona. Algjörlega. Já, það getur við sammála. Það er eitt sem ég verið að spá í, þegar þú ert stundum á Twitter og ert á Twitter þegar United vinnur. Ég kannski má þetta, einhver sköllóttur hálfviti hérna í útvarpinu á Íslandi, en mátt þú sem leikmaður í efsta sæti í Champions-deildinni vera að rósa öðru liðum? Ég er búinn að fá alveg... Er ekkert sagt í því? Jú, ég fæ mjög mikið stykk fyrir það, sko, frá Cardiff Atáðum og Coventry en það er svona, mér finnst það bara gaman ég les þetta og bara hlæja þessu. Passionate leikmaður og aðdáandi. Ég náttúrulega er maður, bara hefur verið það alltaf. Já, en það eina lið. Hvernig eru stuðningsmenn Cardiff? Er mikil stemming hérna fyrir boltanum og svona? Já, algjörlega, þeir náttúrulega snar geðvikir, sko. Já, þetta er náttúrulega í Wales. Já, akkurat, þetta er náttúrulega höfuðborgin í Wales, þannig að þetta er eina lið í borgin líka og ég hef aldrei upplifað að spila á móti Swansea en ég er búinn að heyra það að það er bara besta sem hún getur gert, sko. Já, það sé svona stærsti leikur í þessum liðum. Hvað tekur völlurinn marga hjá okkur? Ég held að það sé 28 eða 30. Já, 30 maður. Ok. Alltaf fullt? Já, það er svona 26 alltaf. Já, ok. Og þú varst með besti leikmann sem hún spilaði með Eiður Smári eða Gylfi. Áttu erfitt með að gera upp á millið þar? Já, svona... Er þeir ólíki leikmenn? Já, þeir eru ólíki, sko. Ég myndi samt segja Eið, hann alltaf er legend. Já, Guddinn. Guddinn, hann fekk rautt helgina. Já, bara á okkur 5 mínútum ekki. Já, svo ég var að spurja hann úti. Gult og gult? Já, hann átti að fengi seinna gulaspjaldi fyrir að sparka eitthvað, svo spurði hann hvað sparkar ég hann, hann sagðist ekki vita það eftir að sjá það á vídeo. Veistu það ekki? Þú veist ekki að tala við blaðamann hérna. Annarkvort veistu hvort að hann sagði nei, ég get ekki svarað þessu, þegar maður farið yfir þetta síðan. Það er bara með löffræðing og línu. Hann er nú ekki þekktur fyrir að fá mörg gulspjald. Nei, hann er nú ekki, ég held að það sé bara annað rauðarspjald á þessu ferðinu með eitthvað, Fauk í Guðjónsson eða? Nei, hann var eitthvað guð sem gaf hann málboða, sagði hann. Já, ok. Og hann var ekki viss hvort hann hefði sparkað hann samt. Mjög steikt af hann. Ekki viss, ok. Það er lett. Þú ert ekki að duglegur að póka á vast og finnst Heiðar Helgu eiga að vera íþróttamar ásins? Já, bara þegar þetta er topp maður. Hann vann þetta náttúrulega í fyrra? Já, hann vann þetta í fyrra. Hann alltaf átti það alveg skilið en þetta er topp eintak. Ég hef gaman á hann og bara frábært að spila með hann. Já, við þetta voru þetta bara komið við og sko bara allsins besta hér Aron og virkilega gaman að fá þig hérna í fjall. Takk fyrir að fá mig. Halda áfram að standa þig úti og bara takk fyrir að koma. Takk fyrir. Skulum fá hér eitt flottasta lagi á stöðunni í dag. Hann er íslensku þessi, heitir Friðrik Dór og lagið heitir Út á heimsenda. Þetta er ég að fíla. Dagatal FM 957. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 4 sinnum á dag. Opna glugga í jóladagatali FM 957 og gefa vinninga. Vinningarnir eru gjafabréf frá Body Shop, gjöf sem gleður, gjafabréf frá Topshop Kringlunni og Smáralind, gjafabréf frá Hljóðbarahúsinu, skemmtispilið Skrýpó frá höfundum Bimblebumps og gjafabréf frá Kringlunni þar sem þú færð allar jólagjafirnar á einum stað. Allir vinningshafar fá einnig kippu af Egils malt og appelsíni og pippmóla frá Nóa Sirius. Skráðu þig strax á heimasíðu FM 957, hlustaðu eftir orði dagsins á FM og við gætum hringt í þig. FM 957. Gleðileg jól. Jólahádegistónleikar Fabrikunar á morgun. Mirra Rós flytur lög af plötu sinni Kveldúlfur sem fengiðu frábærar viðtökur. Mirra Rós er eina vonarstjörnum íslenskra tónlistar. Bókaðu borð í síma 575575 eða á fabrikan@fabrikan.is. Hamborgarafabrikan. Vertu velkominn.
Jólagjöf dýrana færðu í Dýrabæ, í Smáralind, Kringlu og Krossmóa Reykjanesbæ. Jólasveinar athugið. Það er alltaf auðvelt að bjarga málunum ef eitthvað vantar í skóinn handa þægum krökkum með því að renna við á N1, jafnvel á síðustu stundu, hvar á landinu sem er. N1, meiri jól í leiðinni. Jólin að koma, jólunum gaman, jólin hátíð, svantir eiga saman. Fáðu góðan jólapakka með gagnamagni, tónlist og snjalltækjanámskeiði með völdum snjalltækjum hjá Vodafone. FM 95 Blö. Á FM 95. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Þökkum Aronni kjallaði fyrir komuna. Skemmtilegur strákur þarna á ferð. Já, svo sannlega. Og skum honum allsins besta. Vorum að ræða hérna landslið. Já. Og HM í Brasilíu 2014. Það heitla mig alveg afskaplega mikið. Já, ef við ættum einhvern tímann að komast að HM, þá var ekkert leiðilegt að fara til Brasilíu. Nei, henda sér á ströndina, hvað var að gera eftir? Ég er frá völlin. Já, ég myndi fara á sko, þú þyrfti að synda á hanga. Já. Myndi ég mæta það. HM í Brasilíu, bara í mekka knattspyrnunnar. Já, ég held að það sé, maður ætti mér að fara þó að Ísland komist ekki. Já, ég er svolítið þar sko. HM Brasilíu, núna eftir 1,5 ár. 1,5 ár. Maður þarf bara að vinna í þessu sko. Nei, strax. Ég get svarið, bara að redda mið þetta, mér er alltaf að fara að sjá England eða þessi stóru lið sko. Já. Sérstaklega gaman að taka englendingana. Bóka hótel bara núna. Bóka hótel, bara á hotels.com, Brasilia, glerar. Hvað er þetta bara? Æ, ég er að fara til Brasilíu á HM. Já. Þetta er reyndar eitthvað sem, vá, hvað mér langar að fara. Já, við vinnum í þessum. Já, og við vonumst það sjálfsög til þess að þeir komist þangað strákanir. Þeir eru búin að vera að spila ágætlega, allt annað að sjá þetta lið. Já, ég byrjaði að spila fótbolta líka. Já, líka bara að sjá þess að strákar sem er að koma upp úr þessu 21 áslið og fleira sko. Konum með aðdum út allt. Já. Það styttist hér í jólalagkeppni hjá okkur, Jónsa, en ég ætla að fyrst að sko eins og núna, það er komið 17. des. Já. Og það er vika í jól og það er allstað að vera að rifja upp núna, veist, hvað er mesta svona og hvað var besta á svona árinu. Þetta er svona og músík og plötur og bíómyndir og þetta hitt og annað. Já, ætla ég bara að spyrja þig, Jóngana, hvað stendur upp úr árinu fyrir þér 2012? Er eitthvað merkilegt við þetta ár? Er eitthvað merkilegt við þetta ár? Já. Já, það sem stendur upp við mig bara persónulega, bara held ég sumarið og ferðarlegu og eitthvað svona sko. Já. Skemmtilegt. Ekkert, en gerðist eitthvað svona rosalegt árinu þér? Gerðist eitthvað rosalegt? Já. Nei, ekkert eitthvað. Ég fór að hugsa þetta ár, það er ekki búin að neitt að þessu ári. Nei, bara mjög fínt sko. Já, en það er samt einhvern veginn ekkert eitthvað sem stóð upp úr hjá mér. Ég er ekkert eitthvað svona, ekkert sem að bara stórkast að breyta í lífinu. Þú eignast ekki barn á árinu? Nei, ég eignast ekki barn á árinu. Trúlofaður þið? Nei. En þú? Giftið þið ekki? Ég gifti mig ekki, nei. Þú varst ekkert í þessu? Nei, það er hár rétt hjá þér, Jónguna. Ég var ekki neina á þessu. Nei, ég er barnlaus, sköllóttur og kærustulaus. Gleðileg jól og þau verða reynda mjög gleðileg þannig. Ég get alveg lofaði því. Já, þú drekkur bara til að gleyma. Hérna verða að tala um stærstu celebrity scandals of 2012. En svona ástæðan fyrir ég fór að spyrja þig. Og hvað er hann efst á listanum? Já, það sem er efst á lista er að Bobby Christina started dating her brother. Og hérna, dóttir Whitney Houston hún er núna búin að trúlofast bróður sinu með að þau ólust upp sem systkini. Það eru systkini? Já, þau eru ekki samt blóðtengt. Já, mér er alveg saman. Þú er ekki að slaka aðeins á. Ég er slagur, ekki skamma mig. Þú er ekki fara að date með systinu eftir. Hvað er að gera? Nei, fjandinn. Þetta liði svo ónýtt í höfðinu, sko. Já, þetta í alvöru, þetta er bara eitthvað, já. Svo líka verið að rifja upp hérna og það sem er í öðru sæti er John Travolta. Það eru 4 nuttara sem kærðu hann á árinu fyrir kynferðislega áreitni. Karlkynsið það? Já. Og meiri segja að það er Travolta í hinliðinu það? Já, herru, það var núna bara nýjast að var að aðstofa flugmaðurinn, svo einn besti vinast í margar ára. Já. Sem gaf út í ævisögu sinni daginn að hann hefði sofið hjá John Travolta. Vincent Vega í hinliðinu. Já. Já, hann að Travolta, það er mikið talað um Tom Cruise. Já, Chris Brown og Drake lentu í slagsmálum. Það þykir eitthvað voða. Og svo náttúrulega einn stærsta fréttin Tom Cruise og Katie Holmes sem voru hérna á Íslandi mitt. Já, en hvað með hérna Twilight steikutin hann að tvær? Var það ekki eitthvað? Já, það er líka hérna. Robert Pattinson og hún hann að hvað? Kristen Stewart? Já, ég held fram hjá hann Kristen Stewart. Það er nú reyndir í öðru seti. Nú, ok. Já, Drake og Chris Brown voru ekki að slást út af Rihanna eða eitthvað? Já, svo er hún byrjuð aftur með Rihanna. Vá, hvað við erum með þetta slúður hérna á hreinu. Allt á dæri hér. Við skulum fara hér í eitt gott með Florence and the Machine og svo er það jólalagakeppnin. Ertu með lag þitt tilbúið? Ég held það bara. Ok, ég er bara klár. Við erum með gott lag. Calvin Harris, þetta er eitthvað Calvin Harris remix og lagið Spectrum.
Já, ég sé eftir að ég sé þess á Airwaves fyrir nokkrum ára síðan. Já, voru þau hérna? Já, hún kom bara kortir í meik. Já, ok. Sem að var veistilega frábær. Maður að þetta Airwaves nonni hefði náð því? Já, ég var ekki dottinn í Airwaves, ekkert Airwaves nonna steik en allt í lagi. Nei, ok. Það komið hér að jólalagakeppni FM 95 Blö. Já. Við Björn Bragi keppum alltaf í þessu á mánudum og þar sem að Björns komast ekki í dag, færð þú að velja lag fyrir hann. Já, ég gaman líka, því ég vann því í síðustu lagakeppni sem við fórum í. Já, flottu lagakeppninni. Sem að ég hafði mjög gaman að því. Þú varst hérna, þannig ég á harma að hefna og hvort viltu vera á undan eða eftir. Svo það sjálfsög undir ykkur komið kæru hlustendur. Þið hringið hér í 511-0957 og segja okkur hvort lagið ykkur varst betra. Ég ætla að vera á eftir. Þú ætla að vera eftir? Já. Ok, þá ætla ég að byrja á þetta svona jólalag sem að kemur mér alltaf í gírinn og þetta með hljómsveitinni U2. 90 sekundur. Þetta lag minnir mig líka, var þetta ekki Love Actually líka? Jú, mér ávar það. Það er mynd sem ég ætla að fara að henda henni í tækið. Já, það er ekta jólamynd sem kemur hann í jólafíling. Já, ég er líka búin að vera svolítið mikið í jólamyndu núna. Tók Scrooged með Bill Murray sem er einu mínum uppáhalds. Já, vá, langt sem ég sé hana. Hún er hrikalega fyndin. Eitt af mínum uppáhaldsleikurum. Ég tók Bad Santa. Já, hún er geðveik. Hún er æðislega. Það pínir svona anti-jól, en hún er bara svo fyndin. Já. Þannig að búin að taka Christmas Vacation en, Love Actually. Love Actually, og það er líka ógeðslega góð mynd. Það er bara frábær mynd, virkilega feel good svona. En það komið að þínu jólalagi í þessari keppni, Jónsi. Já, þetta er gamalt og gott, en með eldgamalt jólalag, en þetta er Coldplay og Have Yourself a Merry Little Christmas. Já, ok, þetta er rólegt og gott. Þetta er mjög róleg, ég líka elska þetta gamla stöf og ég man eftir að Chris Martin söng þetta á píanóni hérna í höllinni þegar ég spilaði um í desember fyrir 100 ára síðan. Varst þú hérna þá? Þá var ég hérna þá, já, bara. Fórstu á tónleikana? Ég fór á tónleikana, já, það var frábært með þess. Ok. Þannig að Coldplay, Have Yourself a Merry Little Christmas. Ha! Ég sopnaði næstu. Já, það var nú kannski bara allir lagi. Það var hljómið svo eigin á föstum að. Þetta er Coldplay sem er reyndar frábær hljómsveit. Þetta er Coldplay og eitt besta jólalag allra tíma Auðun Blöndal. Þú skulle heyra hvað hlustendur segja, það er 511-0957, fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur hér. Og já, ég opna bara fyrir síman, FM 95 Blö, góðan daginn. Halló. Halló. Verstu það það? Ekkert ekki rest. Næsta. Nei, já, byrju, þetta er náttúrulega að klikka mér svona. Halló. Hæ, afsakaði, smá tekni, bílun. Ég segi þetta er rosa fallegt jólalag frá Jónsa, en þetta er alveg hands down, þetta er stig fyrir þetta. Þarna þekki ég þetta, takk fyrir það. Takk samt. Og hrósaði samt laginu inni, Jónsa. Já, það sjálfsög, lítið annað hægt. Jólaglið. Takk fyrir þetta og gleðileg jól. Takk svo leiðis. Ok, við skulum sjá hér. Næsta, hver fær þitt atkvæði? Herru, ég ætla að gefa á nonnannis eitt svona samúðaratkvæði því að það bara 5-1. Ok, takk kærlega. En hörru, spurjum að leikslokum. Það var 4-1 fyrir viku síðan í flottalagakefninu og svo bakaði ég dýrið. Já, við sjáum hvernig þetta fer. Takk fyrir að ringja. Takk fyrir. Þú fekk samúðaratkvæðina sem þýðir og hún fannst mitt lag flottra. FM 95 Blö, góðan daginn. Góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði? Er þetta eitthvað spurning? Nei, það hef ég ekki haldið. Nei, þetta er U2. Coldplay. Þetta er U2, að sjálfsögðu. Já, þetta er lag sem að kemur mann í jólagýr. Þetta er frábært lag, ég sammála því. Þetta er bara, þetta er því jólalag. Já, baby please come home. Já. Ekki það, ég geti svona geða, en þetta er skemmtilegt. Ekki í eina sekundin, takk samt. Takk fyrir að ringja. Ok, það er 3-1. FM 95 Blö, hvað var þitt atkvæði? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Koma svo. Herru, það er Nonni Plugg. Það er Nonni Plugg, hann með þess að fíla hann sem kallaði Nonni Plugg. Coldplay, baby, 2-2, þetta er í játnum. Hvernig getur það verið samt? Herru, en takk fyrir að ringja. Coldplay og eitt besta jólag. Þessi kallaði Nonni Plugg. Já, þið verða að fara að hætta þessu. Þið eru vængir. Þið eru bara algjörlega vængir. FM 95 Blö, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hæ, hver fær þitt atkvæði? Það er seinna lagi. Það er seinna lagi, í alvörinni? Já. Hætti að vera svona hissa hana. Rólega hana. Það er bara jólalegt lag. Já, ég veit. Tvæmlega. Hitt líka. Já, en ekki eins, sem smiðar. Sko. En síðasti séns, hver fær atkvæði? Það er setna lagi. Síðasti séns, sko, hvað er í lagið? Þessi elska er búin að gefa mér atkvæði. Já, ég var að reyna snúinni. Já, ekki séns. Hefnast ekki. Takk fyrir að ringja. Já, takk hérlega. Næ. Þá erst þú komin yfir 3-2, hvað er að gerast? FM 95 Blö, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði? Ég ætla að kjósa Coldplay. Nei. 4-2. Nú er ég án stressaður. Þannig að samúar atkvæðið á hann. Var það svo sannlega ekki? Nei, það heyrist ekki. Spyrjum að leyslokum. Takk fyrir að ringja. Takk. Það er 4-2, er U2 ekki fara að vinna þetta. FM 95 Blö, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag. Hvað svo? Ég fannst ég flottara.
Hvað eru? Hvort lagi fannst þér flottara? Þetta er náttúrulega bara YouTube og Bono. Sjálfsögðu, miklu flottara lag. Svona öllu ganni sleftið, miklu flottara lag. Ertu ekki að þessu? Takk fyrir að hringja. Jú. Ok, það er 4-3, ég er ennþá inn í þessu FN9 fyrir blöðgóðan hver fær þitt atkvæði? Herru, ég allavega ekki að kjósa svefla. Ég er næstu komin í jólagýrnum og langar bara að halla mig, sko. Já, hann varst að sofna yfir svefni. Hann var bara kósi að halla sér í jólastressinu. 17. des, viki jól, hendi smá Coldplay. Þannig að... maður þarf að reyna að klára jólastressið fyrst af, sko. Svo má koma þetta rólega lag og svæða mann að... Já, svo má keira sér niður hérna bara á miðnætt og þorlók. Já, ok. Þannig að blöð fær þitt atkvæði. Já. Þú veitir ánægð með. Takk fyrir aðvinnur, það er 4-4, það er úrslit atkvæði. Úrslit atkvæði. Koma svo. Takk fyrir. Já, herðu, við skulum sjá hver vann þessa keppni, kæri hlustandi. Það er Coldplay. Nei! Ég er að segja það. Þú ert yndisleg. Það er ekki. Jó, 5-4. Ekta jólalag. Já, þetta er of rólegt. Of rólegt, það er bara fínt. Nei, ég ætla ekki að vera tapsár, ég ætla bara að þakka fyrir að ringja. Það er það, hvað skiptið? Það er lítið. Og hafðu það sem allra besti mjólin. Já. 1000 þakkir, 5-4, I'm on a roll. Já, þetta er bara þannig. Litli Logi verður ánægð með mig eftir viku. Vinsom. Nei, þið verður ekki eftir viku, en eftir 2 vikur. Já, vinsom, you lose some, segja þér. Já, 5-4, samúr átkvæði, hvað? En það er ungskvísan sem er 11 ára í dag. Hún heitir Írena Björt Magnúsdóttir og ég ætla að óska henni innilega til að hamingja með daginn. Til að hamingja með daginn, Írena. Takk fyrir að hlusta á FM 95 blöð og hún vildi þetta lag. Gleðileg jól og til að hamingja með frábært lag. Jólasveinin í þínum vinahóp. Nú gefst þér tækifæri til að bregða þér í hlutverk jólasveinsins. Farðu núna inn á heimasíðu FM 957 og skráðu vin þinn eða vinkonu. Ef við hringum síðan í þann sem þú skráðir, verður viðkomandi að segja hvaða jólasveit það var sem skráði viðkomandi í leikinn. Þátttakendur fá 3 tilraunir til að giska og ef hann eða hún giskar rétt, fær sá hinn sami kassa af jólagull. Skráðu þig og vin þinn eða vinkonu strax á heimasíðu FM 957 og hver veit nema þú getur glatt vin þinn eða vinkonu því það er svo gaman að glæði aðra. FM 957 og jólagull í giltum jólafíling. Hver vill ekki gleðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum fimmtudagsmótni hjá Ingva Eystins drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Úrval af hunda og kattanami í jólapakkan. Dýrabær, Smáralind, Kringlu og Krossmóa Reykjanesbæ. Game of Thrones, loksins á íslensku. Stórkostlegasti sagnabálkur síðari tíma. Mögnuð bók fyrir spennufíkla á öllum aldri. Ugla. Jólablað Elko er komið út. Skoðaðu blaðið á elko.is. Elko, einfallega lægra verð. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Heklaðu ullarvettlinga hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Við erum að hlusta hér á FM 95 blöð, á FM 957 styttist í lagi á leiðinni heim. Það er hér eftir örskamma stund. Þú búinn að velja það? Ég er ekki alveg búinn að negla, en það koma nokkuð til greina. Ok. Og ég mun reyna að höfða líka til þín. Ég get líka alveg hjálpa þér, alltaf svolítið góður í að velja lög og svona. Þegið. Og það er unnið hérna eina keppni. 5-4, back to back. Ég reyndi að skila þetta ekki, ég var alveg hreinskilinn. Sko lagið þitt og svo hægt og rólegt, fallegt lag. Meðan ég var með U2 hérna í jólalag og baby please. Fólk er bara í róleheita feeling í jólaamstrinu. Greinilega. Já. En 5-4, það gæti ekki verið tæpara. Ég ætla að spyrja þér hérna, Jónsi, þú ert með Facebook. Ég er með Facebook. Eins og margir aðrir. Ertu eitthvað í leikjum þar inni? Ekki eina sekundu. Nei. Ekki, ég hef aldrei prófað þetta. Það er orðið viðurkennt vandamál núna í dag að fólk verður hátt þessum Facebook-leikjum og þetta er farið að eyðileggja líf fyrir fólki. En fólk eru bara spilafíklar að kikka inn í Farmville? Já, það er akkurat það sem er að gerast. Og þú getur víst vesla hluti og eitthvað, ég aldrei spilaði þetta. Ég sá þetta ekki, það var hérna heimildamindum Facebook í gær á stötu, sem var alveg mjög merkileg. Ok. Og hérna... Ég er bara með þetta hérna, það er tekið úr þessari myndi eða eitthvað. Það getur verið. Og það er hérna,
þetta sko býr til fleiri hundruð miljóna þessi hluti af Facebook, þessi leikja, þessi kaupa þetta, kaupa hitt. Þú gaur eitthvað, já, ég keypti hann andakúk og eitthvað í farmil. Ég bara, hvað er að gerast? Fólk er alveg vangið, sko. Ég get alveg gaman að spila eitthvað tölvuleiki og ég hendi mér í Call of Duty eða Uncharted eða God of War eitthvað, sko, og FIFA og svona. En, þú veist, ég ætla ekki að fara að henda mér í farmil og Lucky Stars, ég bara get ekki, sko. Að kaupa andakúk? Já, hann bara monta sig að því, hann keypti andakúk okkar $2 og svo var hann að monta sig af því í leiknum og ég bara, veist. Já, þetta farmil, ég hef aldrei prófað það, en ég prófaði eitt daginn, það heitir eitthvað Popland eða eitthvað svona. Ok. Það var þetta að keppa, ég veit ekki okkur ég byrjaði alltaf inn að prófa þetta, en ég festist í því, sko. Þannig að þetta er stór hættulegt. Þetta er svona svo Angry Birds og þessi símalikir. Ég getur fest nú í nokkur svo leið, sko. Já, bæði Hjöppi og Sveppi er ekki að tala við þá, þeir eru svo fastir í Angry Birds, sko. Já, ok. Þá var þetta þannig að það koma svona lög og þá var þetta að keppa bara við, ég held minni þetta heitir Pop, eitthvað, mann ekki alveg Pop eitthvað. Já. Það var bara góð lög og þú ætti að vera eins snöggur og getur að segja með hverjum þetta er, skilur við. Það er mjög skemmtilegt. Já, það er hægt að festast í því. Já. En þar getur þú einmitt borga pening til að fá að opna fleiri lög. Já, þar sett ég samt bara stopp. Þú ert nú annálaður spilafíkill, þannig að þú getur alveg dottið í svona Facebook-rugl eitthvað. Já, bara þetta. Ég hef ekki farið í neitt annað. Já, ok, ég hef aldrei prófað neitt líka. Maður alltaf fá okkar að Lucky Slots leikja beinir. Ég er að vera geðugur, sko. Við þarfum að hætta þetta rugl, sko. Það eru fáir betri Lucky Slots á Íslandi heldur en vinnu minn Stjáni Stuð, veit ég. Já, hann er snillingur. Hann sendi mér annars lagi svona leikja beinir. Ég held þessi búin að fá svona 15 eða 16 frá Stjánan. Já, alveg grjótharður að lágmarki, sko. Að lágmarki. En þú ert ekki í þessu? Ég er bara ekki neitt. Nei. Ekki neitt. Eða þú ekki heldur. Nei, minna. Hér með Where Have You Been? Kann alveg að semja hittar að þessi stúlka. Já, er hún að semja þetta? Er hún ekki bara góla? Semur hún þetta ekki sjálfa? Það held ég alveg örugglega ekki, sko. Ég held hún semja eitthvað. Já. Ég veit ekki. Hún púlar það alveg, sko. Já, hún veit alveg hvað hún að gera. Hittar að maskina. Það er flotti tónleikar í höllinni núna á miðvikudaginn kemur sem að, heita Hátt í höllinni. Já. Og þar eru Moses Hightower, Ásgeir Trausti og fleiri stórkostlega börn, Valdimar og Hjálmar, Kirjama Family. Já, þetta mjög flott. Jónas Sig bættist við líka, sem er snillingur. Já, og við hefum miða á þetta. Þannig að nú erum að gera að hringja bara í 511-0957 ef að þú hefur áhuga að fara. Ég held ég megi gefa 4 miða. Þannig að þetta eru flotti tónleikar til að kíkja á. Já, mjög flott. Uppselt í stúku. En þá til mér í stæði, þannig að FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað heitir þú? Margrét heiti ég. Margrét, og þú vilt kíkja á Hátt í höllinni? Já, það væri alveg yndislegt. Það er ekki, ertu búin að gera allt fyrir jólinn? Já, það er alltaf nóg að gera. Ertu búin að vesla allt? Nei, alls ekki. Nei, ekki. Alls ekki. Ég vil frekar eiga kvöldinu á tónleikum. Já, það er þetta góða punktur í þess. Já. Sérstaklega þessum tónleikum. Þú átt 2 miða og hvers dóttir ertu? Grétars. Grétars. Herru, þú kemur bara hérna upp í 365 á morgun og sækir miðana. Flottur, kæra þakkir. Herru, takk fyrir að syngja. Ok, sömulegis. Bye bye. Þetta verða frábæri tónleikar. Já, við hefum 2 miða í viðbóta á Hátt í höllinni og ég ætla að opna hér, hvað heitir þú? Já, hæ, ég er Þóra. Þóra? Já. Hæ, Þóra. Hæ. Hvað er þetta að brasa, Þóra? Herru, ég var að taka bensin á bílinn. Dýrt. Já, það var 14 skall. Já, þetta er sandið, maður. Manni finnst bara eins og að segja að brenna peninga. Þú færð frýtt á tónleika í staðinn? Já. Það er æðislega, það er árbætur. Við gleðjum bensinskursuna. Hvers dóttir þetta? Herru, ég heiti Þóra Kolbrún Magnúsdóttir. Þóra Kolbrún, og þú kemur bara sækið 2 miða hérna upp í 365 á morgun. Æði, takk hérlega, gleðileg jól. Það eru sömulegis gleðileg jól. Góð skemmtun. Þá erum við búin að gefa miða hér á Hátt í höllinni og það er ennþá til miðarinn á miði.is. Það erum að gera að tjekka því. Það er eins og að komið. Veisla. Já, þetta verður skemmtilegt. Það er komið að lægin á leiðinni heim og þetta hérna gerir ég sérstaklega fyrir þig, Jónsi. Já. Og annan drengan úti sem heitir Pétur Jón Sigfússon. Þetta er uppáhaldsslagið hans líka. Það er ekkert annað. Þetta er rosalegt. Þetta er í lagi. Lagi á leiðinni heim, Midnight City, M83. Rikki G er mættur inn í stúdíu, tilbúin að taka við á okkur strákunum
Björn Bragi komst ekki í dag en Jón Gunnar búinn að sitja hér í hans stað og ég þakka að kjallaði fyrir daginn, Jónsi. Bara takk samleiðis, afskaplega skemmtilegt. Ferð hérna heim sem sigurvegari? Já, 5-4 í jólalagakefninni, 5-4 daginn í flottulagakefni. Já, gamli. Ég skil þetta ekki. Nei. Þetta er vist að gerast. Ég vil líka þakka honum Aroni, kjallaði fyrir komin. Já, Aron var hress. Aron Gunnarsson, landsliðsfélagi fótboltamætti hérna til okkar. Var skemmtilegur, við vorum með stjórnun á Steinda Junior, það var Pitbull símtal nr. 2 sem að gleymdist að spila á föstudaginn. Þannig að það er búið að vera veisla hérna hjá okkur en Rikki verður með okkur til 9 kvöld, takk vel á móti honum. Svo verður mættir hérna morgun félagarnir Rauti og Sveppi frá 4-6. Þannig að endilega tjekkja því en ég ætla hins vegar að enda þetta á jólalagi með Pétri Jóhanni sem hann gerði fyrir jólalagakeppni FM 95 Blö. Netkostningurinn líkur einmitt núna á miðvikudaginn kemur, það er bara eftir 2 daga þegar hann mætir. Vitið hvernig staðan er það? Já, sko, það er tvennt í gangi. Sko, jólalagið mitt, Jóli Skagafirði, er með fleiri likes inn á Vísi eins og er. Já. En hann er með fleiri atkvæði inn á Facebookin okkar, FM 95 Blö Facebookin okkar, hann Pétur. Þannig að þetta er allt í járnum. Þetta er í járnum. Já, þannig að það er að gera að tjekka á því, en ég bara takk kærlega fyrir hlustunin í dag og Jónsi, takk aftur fyrir daginn. Já, takk fyrir mig. Hérna kemur bara Pétur Jóhann og jólalagi hans, allt í samband fyrir jólin. Þetta er hann og... Það verður skamlaug. Með hreinu vatni gefur þið betri heilsu, menntun og bjarta framtíð. Greiðum valgreiðslu í heimabanka. Hjálparstarf kirkjunar. Jólin að koma, jólunum gaman. Jólin hátíð, smattir eiga saman. Með völdum snjalltækjum hjá Vodafone fylgir veglegur jólapakki. Fáðu tónlist, gagnamagn og snjalltækjanámskeið í kaupæti og gerðu góða gjöf enn betri. Vodafone. Í jólapakkan, North Face McMurdo úlpan, leiðtogi á sínu sviði. Úrvalið er í útilíf. FM 95 Blö á FM 95. Hversu gott er rautt rjómanissa? Bakað múffur hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. FM 957. Sem hefur verið sett jafn oft í nýja búninga eins og þetta hérna Christmas Song eða Chestnuts Roasting on an Open Fire kom orginal út á 1946 að ég held Nat King Cole og hljómsveit sem að gerði þetta lag ódöðlegt og það er á meðal 5 söluhæstu jólalaga allra tíma en þetta er í flutningi Christínu Aguilera